Benni, erfitt tap hérna í Stíginu. Hver svona fyrstu tilfinningar eftir leik? Já, ég held að það sé bara hárrétt orðað það. Þetta er gríðarlega erfitt tap og já, ég þarf eitthvað að fara langt aftur til þess að rifja upp svona jafnsvekkjandi tap og hérna í kvöld, en það er bara áfram gakk. Staðan er 2-0 og ég tel okkur vera með lið til þess að geta komið tilbaka og jafnað, byrja að vinna næsta leik, komið hingað á jafnað og farið svo í oddaleik. Men það hefur gerst nokkur sinnum að lið hafi komið tilbaka eftir að hafa lent 2-0 undir og ég tel okkur vera með karakter og sigurvilja í það. Þið voru frábærir í lok fyrsta hálfleiks og í þriðja leikluta, en hvað er þetta sem klikkar í fjórða? Mín upplifun allavega að við förum að gera hlutin allt öðruvísi heldur við vorum að gera, því við vorum að spila virkilega vel. Mér fannst ég að alltaf detti í þessa greifi að fara að verja þetta forskot sem er alltaf stórhættulegt og við förum að gera hlutina á öðruvísi tempói og svona meira staðir í sókninni og svona eitthvað bara dribbla niður tímann og eitthvað svona og bara vitlausar ákvarðanir í varnarfærslum og förum frá Bess, við höfum ekki fara frá Bess og hleypum upp í eitthvað þriggjastiga partí þarna og bara svona missum svolítið tökin á eftir að hafa verið með góð tök á þessu leik. En eins og þú segir, þú hefur fullt trú að það getur komið tilbaka. Já. Hvað er svona sem, eitthvað ákveð hvað er það að breyta fyrir næsta leik eða hvað svona? Nei, nú förum við bara yfir þennan leik og reynum að laga það sem að fór úrskeiðis og halda áfram því sem við vorum að gera vel og þeir eru búin að setja stóru skoti núna í þessum fyrstu tveimur leikjum og búin að setja alveg risa körfur, erfiðar körfur sem eru búin að klára leikina fyrir það og bara flott hjá þeim og allt kredit til stólana. Þeir eru að spila virkilega vel og búin að vera virkilega flottir í langan tíma núna, en ég tel okkur geta unnið á og ætlum að vinna leikinn á miðvikudag, byrja á því og svo bara einbeita okkur á þar næsta leik. Takk fyrir.